Já, komið þið sæl og velkomin hérna í viðtalsþáttinn, einn af mörgum, og ég ætla að byrja á því að bjóða ykkur velkomin hérna í Hamraborginni og þá ekki síður gestinni mínum, Guðmundi Guðmundssyni, Guðmundi Guðna Guðmundssyni, rithöfundi. Velkomin til okkar. Hérna, segðu mér eitt, rithöfundurinn Guðmundur sem býr hérna hjá okkur í Hamraborginni, hvar er hann fæddur, sá ágæti maður? Ég er fæddur eins og segir í vísu. Ég er Ísafirði frá, fyrst hóf ævi mína, þar sem fjöllin fagur blá, fegur mest að sína. Já, sannsagt Ísfirðingur. Rétt fæddur þar. Já, það er nefnilega það, í báðarætti kannski? Nei, hvoruga ættina. Móðir mín var innan úr Djúpi, úr Álftafirði aðalega, aðinn var úr Bolungarvík. Já, já. Og hérna, hvað gerði sá gamli í Bolungarvík? Hann var sjómaður dáðadrengur eins og það stendur. Hann sé svolítið getið í hann áraskip sem einn af sterkustu hafsittónum, en lítið nú hann vitað. En hann fór út, giftist til Noregs, giftist hann vaskri konu og kom síðan upp aftur og átti 2 börn með móður minni. Já, já. Og ég sá nú aldrei föður minn. Nei, þú kannski... En ég veit að hann var eitthvað svona á faraldsfæti þess að mætti segja og segja má marga sjómenn. Og síðast vissi ég hann í Suður-Afríku. Já. Ég ætlaði að verið í hérna, ég man nú ekki hvað það heitir, það er nálægt Jóhannesarborg, stór borg þar. Og hann mun aldrei hafa komið aftur hvorki til Noregs né Íslands. Og móðir mín sá ég nú nokkrum sinnum þannig að vestur í Djúp, en hjá henni var ég heldur aldrei. Ég var inn í Súðavík, mér var komið fyrir inn í Súðavík sem fátækra manna barni og þar var ég fyrstu 9 árin mín. Já, já. Þar leiði bernskan sem allir sakna. Já, er það já. Allir það ekki. Nú og svo drengsnáðinn að 9 ára aldri, hvert fór hann þá? Já, þegar ég var 9 ára gamall þá var ég nú svo óheppinn verði ég að segja að fósturmóðir mín, þarna var sem var gömul kona, hún fékk slag og var borin heim í norðan kuldakasti, var að sækja vatn í Eyrardalsána, hafði dottið þar niður og hún var mállaus þegar ég kom inn úr dyrunum frá því að leika mér. Og það var því að leysa það heimili upp. Og þá var hann að bóndi í sveitinni og Kleifum í Seyðisfirði sem hafði einhvern hug á því að ná í strák sem hann gæti alið upp í að gæta að rollum. Og til hans fór ég 9 ára gamall. Og þótti nú að vissu leyti þegar ég var búinn að gráta nokkrar vikur yfir þessum skiptum vegna þess að það var allt verið að hræða mann á einu og öðru þegar maður var eitthvað óþekkur og ég hef sjálfsagt verið það eins og fleiri. Það var að hræða mann á bóndun og það voru vondir og allt svolítið svo ég er að fara þangað. En þegar ég var búinn að gráta mig út og þá fór ég, var farið með mér þarna og þarna hitti ég ágætis fólk, ungt fólk, ung hjón sem voru þarna og með lítil börn. Og þar var ég, þá ég var 13 ára, þá kom annað áfallið. Þá veiktist bóndinn Árni Sigurður Árnason, Arnfirðingur, hann veiktist og skyndilega og var látinn eftir viku. Það hafði þá fengið stífkrampa að því að Vilmundur Jónsson læknir sagði hann var sóttur til hans heim. Þarna voru árin ákaflega erfin en skemmtileg á veturnar og vorin.
Ég var mikið yfir fé og ég kom strax upp og lag með það að bæði hagnýta mér góðan hund sem þar var, tík sem hétt Jóna Valgerður, eftir kaupmannshjónum á Ísafirði, já með nokkrum Snorra ætla ég. Og þetta var mjög skemmtilegur hundur og gat látið hann að fara eiginlega allt sem ég þurfti að ganga, svo að segja. En þarna var ég líka látið fara með hesta. Já. Og ég man nú eftir einhverju því fyrstu skiptin sem ég fór á hestana, berbært náttúrulega, líklega með snærispotta samt upp í klárnum. Og ég hendist af baki niður í grjótið. Ég man ekki til ég fyndi neitt fyrir því hann. Ég stóð upp og hljóp og eftir hestunum heim. Já, já. Svo andist maður hestunum og þetta eru vinnmanns og félagar á vissu leyti. Og ég geti sagt ýmsar sögur sem ekki verða að segja núna af kynnum mínum af dýrum. Já, já. En áfram heldur þú sem sagt förðinni, þá kannski frá Seyðisfirði eða hvað? Já, þarna ég nú eitthvað hálfan vetur í barnaskóla. Svo þá í Seyðisfirði? Þarna í Seyðisfirði á Eyri. Á Eyri, já. Já, já. Síðan þarna haust, þetta var að hausti til, við vorum rétt að enda við heiskap þegar þetta slys varð. Og veslingskonan, hún þoldi nú ekki þetta álag og hún fór strax í burtu og var yfir bónda sínum síðasta sólarhringinn á Ísafirði. En hún gat aldrei komið aftur þarna á þennan stað. Nei, nei. Og hún átti nú ekki mörg hús að venda, en hún átti bróður í Engidal í Skutulsfirði, Pétur Jónatansson, sem bjó með móður sinni og í Neðri Engidal, og hann tók alla fjölskylduna inn í litla bæinn, gamla torfbæinn í Neðri Engidal. Já, já, mitt. Það var nú konan og það voru 2 ung börn sem hún var með og svo vorum við 2 svona eins konar fósturbörn sem voru 13 ára þegar þetta skipi. Þetta var allt að fara inn í og sofa í lítilli baðstofu. Já, já. Og þar gekk ég í skóla um veturinn á Hauganessinu. Á Hauganessinu. Byrjaði þú að draga til stafs þá á þessu tíma, 9 ára gamall þá eða? Ég byrja sennilega 8 ára að draga til stafs. Já. Ég var fann að, þá var ég svona staudlæsi. Fann að stafa eitthvað svona 6 ára. Var rithöfundurinn kominn þá upp í snáðunum? Hann var svo skrítið með það að þó ég hafi nú kannski aldrei verið fæddur rithöfundur. Að það, ég minnist þess að einmitt þarna veturinn, þegar ég í skólanum á Eyri, 12 ára, að þá erum við látin skrifa einhvern tíman, eða kannski bara einu sinni, ritgerð, sjálfstæða, máttum velja efni. Og við skrifum þarna, ég dikta þarna upp úr með sögu, svona kannski 2 blaðsíður í mesta lagi. Og við náttúrulega gerðum þetta öll. En svo var það nú svo að þetta var nú eina ritgerðin sem að kennarinn talaði eitthvað og hafði gaman af. Það kannski hafi eitthvað leynst í þessum orðanvalið eitthvað sem hafi bent í það að ég gæti einhvern veginn að skrifa eitthvað. Það er nefnilega það. Já. Og ég geti líka bætt því við að árið eftir, þegar ég á Hauganessinu, skóla hjá Tryggva Pálssyni, og þá skrifum við nokkra stíla og þá á ég þar 2 stíla sem vöktu eftirtekt. Og ég var nú vist dálítið montinn af öðrum stílum sem betur fer, þá kom einhver metnaður hjá mér ungum eins og ég nú sennilega með mjög marga, ekki alla samt. Nei. En það var svo síðar meir að ef ég skrifaði, og þá var þetta eina sem ég var kannski betri en aðrir í náminu, þar sem ég var, sem skrifaði eitthvað sem að vakti eftirtekt.
Já, og já. var lesið upp af kennarann. Þetta var til dæmis líka inn í Reykjanesi. Það hefur verið hvatning fyrir því náttúrulega. Já, sjálfsagt hefur það verið það, sko. Já, Ég kom svo í kvöldskóla á Ísafirði þannig þegar ég er 16 ára. Já. Þá var ég vinnumaður, þá var vinnumanna, hvað ég má segja, vinnumanna tíðin að ljúka sínu hlutverki. Og það voru bara örfáin menn sem töldust vinnumenn. Og ég var náttúrulega alls ekki fullveðja maður. Og réði mig þarna, ég fekk leyfi til húsbónda mínum til þess að ganga á kvöldin í kvöldskóla iðnaðarmann á Ísafirði. já, já. Og þar var skólastjóri Björn Jónsson. Ég man að hann var alveg sérstaklega skemmtilegur dönskukennari. Lærið kannski ekki mikið dönsku en sögurnar að þar voru alveg glimrandi góðar. Já, já. Hagalín var hann að kennari líka Já. og hann... Þá ertu að tala um Guðmund, ekki Guðmund Hagalín, Já, já. rithöfund, Já, já. Þá var hann póstmeistar á Ísafirði og hann, nei, Pítur nú líklega var nú Finnur ennþá póstmeistari þá. En hann var hérna með bókasafni á Ísafirði. Já, já. Og hann var kennari þarna. Og hann náttúrulega lét okkur skrifa ritgerðir. Auðvitað. Og ég man eftir ritgerð sem ég skrifa. Hún mátti skrifa það heima. Og þetta var 18 síður í svona stílabók. Og þá var stílabókin búin. Svo ég náttúrulega sló botninum í þetta. Já, sagan var ekki lengri. Já, en svo kem ég náttúrulega með þetta til Hagalíns og það fara yfir ritgerðirnar og þá er það nú eins og það er að ég held ég hafi verið svo eini sem enda var þetta þá langur stíl sem að Guðmundur talaði sérstaklega um. En sagði við mig að sér líkaði það bara ekki þegar hann hefði verið orðinn spenntur að lesa söguna hjá mér, þá hefði ég bara lokið sögunni. Það verið ekki venjan að sníða eftir efninu. Það vantaði þetta botnast. Eftir bókinni, eða pappírnum. Vantaði að botna söguna. Já, ég botnaði söguna til þess að geta komið þessi í bókina. Já. Og hann líkaði nú þetta ekki. Nei. En Hagalín hvatti mig til að skrifa. Þannig að þar fæddist og óks upp þessi rithöfundur í þér. Eða hvað? Já, það var einhver neisti alltaf í mér í þessa átt. Sagnfræðilegu neisti. Já, það var nú ekki þá farið að bera á því ef það áhuga á sagnfræði eða ættfræði. Nei, en allavega svona einhver. Það var skáldsöguformið. Já, frásagnargleðin mín. Frásagnargleðin mín. Já, það er nú frekar sem að. Og ég hafði í þessu yfirleitt svona léttan stíl og grín. Já, einmitt. Já. Svo við skiljum, áður við skiljum Seyðisfjörð. Þú talaði um Kleifar í Seyðisfjörði. Var ekki eitthvað af fólki þarna innfrá sem að var svona, var ekki Halldór Eldjárn einhver tíma þarna? Það var nú síðar, sko. Halldór, forsetafrú Eldjárn, hún var dóttir hjóna sem áttu jörðina og hún var þar mörg sumur. En það var löngu síðar. Það var löngu eftir þínu tíma. Það var nokkuð á eftir mínum tíma. En það var nú ekki íkja löngu síðar vegna þess að foreldrar hennar eða faðir hennar, hann Ingólfur, hann, Árnason var hann, minni mig, að hann keypti þessa jörð. Já. Og hann leigði hana svo. Já. Ekki, hann hafði stundum ráðsmenn en stundum leigði hann jörðina. Og ég veit að börn hans fóru þannig oft á sumri. Aðeins svona við kannski líka rifjum það upp Guðmundur þarna svona fyrir yngra fólki hérna í Hamraborginni að það er þarna til dæmis eins og fjallið eða fellið Hestur er ekki svolítið sérstakir sko kennileiti þarna við hest. Er ekki fótur undir fólafæti undir hesti, er það ekki þarna? Þessu hefur nú, þarna er nú skáldskapur og rithöfundur og ferð. Já. Minni mig þegar ég heyri þessi orð þín. Já. Og þá sérstaklega Halldór Laxness, sko. Já. Hann skrifar hann frænda minn, skáldið á Þröm. Já, alveg. Það var mikill frændi minn. Og það er þarna sem sagt fjall sem heitir raunveru
leikinn í þessar sögursá að þarna er fjall sem heitir Hestur og fjallstá sem liggur hann út í djúpi, það heitir Folafótur. Já, já. Og svo þegar að Kiljan fer að skrifa eftir Magnúsi á Þröm, Magnúsi hérna skáldi og Kiljan viðurkennir það að hann hefði verið skáld, hann var það maður. Já, já. Og hann væri ekki menntaður eða skilaði stórverkum, og enda dó hann ungur. En Magnús skrifaði sjálfur erfiða bernsku og æsku og þar eru persónur og það eitthvað bundi, ég man ekki alveg hvernig þetta tengist þannig að fæti, en ég held að það sé nú Kiljan sem að kallar þetta fót undir fótarfæti. Já, já, akkurat, ekki fólafæti, fótarfæti, já, já. En annars má segja nokkur orð þarna hestinn. Já. Þetta var nú draumafjall sem ég langaði til að klífa, en var ekki maður til, ég var ekki nema 13 ára, þegar við fórum héraðinu. Nú hefur mér sagt fróður maður sem farið hefur þarna upp og yfir hestinn, það sé hægt að fara yfir hann og tilbaka aftur eins og maður vill. Já, já. En bílið þetta, Folafótur, sem við gætum hugsað okkur að væri dregið, við hugsaði að þetta væri foli frá hestum sjálf. Hestfjöll eru víða land eins og þú veist. Jú, jú. Og þau kunna að vera tengd sko blótum ásatrúarmanna. Þeir fórnuðu mikið hestum og áttu þá mikið í þessu blótveislum. En það nú vitað að á nokkrum stöðum að minnsta kosti í Noregi eru bíli sem heita Folafótur. Já, 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 einmitt. Og sagan segir okkur að þarna hafi búið eða að hérna þannig að Vébjörn Signakappi, hans fólk kom þarna út seint og fekk þarna land, það sagt að ég man nú ekki alveg hvernig hann hét Vébjörn núna í svipinn þessi maður, ég er nú orðin svo gleyminn. En að hann hafi numið Hestfjörð. Já. Og svo vítt sem heitir Folafótur. Einmitt, já. Og ég hefði reyðið þá áléttun að hann hafi gefið búið þarna og gefið þetta nafn. Akkurat, já, einmitt. Já, já, já. Segðu mér þá annað, á Ísafirði, þú lýkur þar námið þá hvað, í iðnskólanum eða hvað? Ég hérna 2 vetur í iðnskólanum, kvöldskóla þarna. Já. Og það var náttúrulega ekkert sérstakt próf eða neitt svoleiðis út úr því, en í atvinnuleysinu sem var þarna 1931 það var stórt verkfall á Ísafirði hjá okkur, gríðarlega mikið verkfall. 31 séru. Já. Já. Einmitt, já. Var það upp úr Borðeyraslagnum eða hvað? Nei, það var ekkert tengt Borðeyraslagnum. Eða nógu? Já, það var, skal ég segja þér, það var svoleiðis að þá verkalýðshreyfingin var þá náttúrulega mikið eftirsótt til að ráða yfir henni. Já, já. Og að það landið skiptist nokkuð í svæði. Einmitt. Að þessi róttæku menn sem stóðu með Einar Olgersinni og hans félögum, að þeir gátu myndað verkalýðssamband Norðurlands sem náði úr Hrútafirði og kannski Austur-Langanesi. Ekki held ég, Austfirðirnir voru nú ekki með held ég í því. Nei. En þarna voru alþýðuflokksmennir, kratarnir sem voru nú svo rauðir, þeir voru alltaf kallaði bolsar. Voru þeir alltaf kallaði bolsar? Já, þá. Já, já. 1901 sko. Já, já. Já, ekki tala um annað. Nei. Og það var nú ýmislegt sem skeiði svona í sambandi við það, þá var Trotski hershöfðingi í Rússlandi. Já, einmitt. Og í miklu áleiti og miklu gengi. Já. Þegar að Ísfirðingar höfðu stofnað kúabú þarna í Tungudalnum,
að þá skal ég segja þér keyptur traktor. Fyrsti Já. traktorinn held ég sem kom þarna. Mhm. Og ég man að einhver hagmæltur maður nam staðar, horfði á traktorinn og sagði: Þarna langa stund ég stóð, starði á víga hreggi, þar sem trölli troski vóð, torf og grjót í miðja leggi. Já, þetta er gott. Og var svo með mikið róttækni þá þarna í verkalýðshreyfingunni á Vestfjörðunum á þessum tíma? Nei, það var það ekki. Það urðu svo snögg umskipti þarna að þessir róttækari þeir stofnuðu nú kommunistaflokki 1930 og það myndaðist þarna smá hópur á Ísafirði en fjöldinn allur fylgdi krötunum þarna og þeir réðu þarna lofum og lögum og atvinnu og öllu slíku. Já. En ef þú vilt ég haldi aðeins þræðin áfram þá fer ég þarna í atvinnuleysi. Já. Fer ég burt úr bænum. Og fer norður Steingrímsfjörð til bróður míns. Ég man að ég átti rétt fyrir farið til Hólmvíkur. Ekki fyrir mat eða neinu. Og þar fekk ég mótorferð frá Hólmvík út í Hamarsbæli og hitti bróðir minn. Hann var að fletja fisk á planinu og það unnu þannig að það stóðu tveir hver mót öðrum, annar skar fyrir sem kallað var og hinn tók hrygginn. Já. Og ég man ekki hvort bróðir mig gerði en ég man það að hérna ég kasta eitthvað á hann kveðju og hann rétti svona upp hnífinn og benti svona upp fyrir og sagði farðu þarna inn dyrnar fyrir ofan sem ákvað. Þar var nú konan hans sko. Já. Og þá var ég bara laus úr öllum vanda sko. Daginn eftir var að búið að ráða mig á trillu. Þú smiklaði þér þannig inn svona? Já. Já, það var aldrei að gera þarna, þetta var hásumar, ég var skrifað þetta. Þetta dálítinn kafla. Það er svolítið skemmtilegt. Og hérna, þú ert þá, sem sagt, kvæntist þú þarna þá fyrir vestan eða fórstu þá kannski eitthvað annað, þess að leitaði konu? Ég var þarna, ílendist þarna í 9 ára mestu leiti. Ég fór nú að vísu vestur og var eina vorvert í Hnífsdal. Öðru leiti var ég þarna og hérna, ég var náttúrulega eins konar menntaður maður í Sveitinnesjóð. Það er enginn maður færi í skóla. Nei, hann nefnilega. Já. Ekki eins og búfræðingur. Nei. Jú, ég held að hreftjórn hann nú verið búfræðingur. Já. Matthías. Já. En einhvern veginn var það svoleiðis það var beð ég með að segja til börn. Og ég fór í það eins og þægur alltaf. Og svo féll mér vel að vera með börnum. Alla tíð þessi 9 ár sem ég var meira og minna við kennslu. Féll mér alltaf vel við börnum. Og sem sagt að ég var þarna á veturna var í þessu, þetta var ekki neitt kaup. Ég get nefnt til dæmis að farkennarlaunin voru hérna 1940-41 650 krónur. Og þá varstu búinn að vinna í 6 mánuði fyrir þessu. Já. Og maður fékk að borða þar og sofa sko. Það geinu sinna að vera þvegið á mann. Nei. Já, en þetta landið borgaði ekki hærri laun en þetta. Nei. Og ég fékk eitthvað svipað. Ég held ég ekkert fengið sumstaði sko. Nei. Ég var ekkert að hugsa um það, ég bara fékk að éta. Og þá leiddst ég nú inn í það, ég var nú þá laus og liðugur og hérna leiddist ég inn í félagsmál. Já. Gekk þarna í ungmennafélag og ég gekk þarna í sundfélagið Grettir og ég stofnaði þarna verkalýðsfélag. Já. Ég er sennilega eini maðurinn minnst hvort er svo ungur sem stofnaði verkalýðsfélag á þeim árum án aðstoða nokkura annara sko. Já, hvað ertu gamall þá? Þá er ég 22 ára gamall. Já. Var það ekki svolítið þyrnir í augum þarna atvinnurekanda staðnum? Jú, vissulega maður. Og ég gerði mér ekki grein fyrir löngu seinna hvað var að þjarmað að mér þarna. Já. Ég tók þessu öllu með ró sko. Já. En sannleikurinn var sá að ég fekk ekki vinnu á bátunum hjá útgerðinni. Ég fekk ekki vinnu í landi og ég var nú 3 í stjórninni
fyrir Guðmundar. Og einn flutti úr hreppnum inn til Hólmavíkur. En sá þriðji, hann var svona innan handar, hálfgerður fóstursonur fjölskyldunar sem mest hafði með atvinnu að segja þarna. Og það var ekki blakað í honum, blessuðum kunningi mínum. Nei. Hann er svona fjölskyldumaður og sveitarmaður. Já. Hérna, segjum við þá annað úr Steingrímsfirði, segirðu. Hvert ferðu þá? Þá fer ég suður í Bretland, sko. Já. Þá eru komin hérna undir 1940 og rúmlega það. Já, það er 41 fer ég suður. Já. Nei, 40 auðvitað. Já. Ég fór, Bretinn kom hvað 10. maí og ég fór held ég inn 12. farið með rútu 12. júlí suður. Já. Og þá, mér hafði nú langað til þess að, ég má kannski skjóta inn í Endilega, gerðu það. allra sem ég ætlaði að minnast á það. Já. Að þegar ég var þarna að byrja þessum félagsmálum þarna, Já, ég mitt, já. að þá réðst ég í það sem ég var í skemmtinefndum, þarna, ég á nógan tíma, Já. að láta leika fyrst Skugga-Svein. Já. Og hafði nú bara 4 tíma leikrit og það var 4 tíma hjá okkur, við tókum hann allan. Já. Og ég þurfti að smala saman þarna bændum og vinnukonum, hingað og hangað. Já. Og þetta tókst allt sem ég skrifaði náttúrulega upp og skrifaði sko hvað sem hver átt að læra og svo list ykkur. Ég mitt, já. Og það þykir verði að segja að mér dáist alveg að því hvað fólk gat gert í þessu. Hafði það gaman að þessu? Það hafði mjög gaman að þessu. Já. Og það var eins konar metnaður líka. Já, það var góða sýningu. Já, þetta var mjög litlu húsi og þetta var ekkert listrænt í þessu. Það var bara söguþráður og það var ekki dregið úr því náttúrulega að gera spennandi. Nei, auðvitað, það var hryllingin Já, sem við glýmdum þarna og allt svoleiðis þarna. Já. Og svo stofnaði ég þannig stúku. Ég var nú beðinn að gera það. Já, var ekki verkefnishreyfingin svolítið mikið í því að stofna stúkuna? Nei, ekki. Var það ekki? Nei. Það var kvenfélagið. Það skal nú hafa sinn heiður. Þetta var fyrirmyndar félag þarna. Já, það er eins og segir í vísun, hefa brotnar bollapar, Brekkmann kemur aftur. Já. Það voru þær að halda ball og þá var einhversu landi svolítið borðið og brotnaði bollapar. Já. Og það eru svo hrætt, það er hvað mikið konar, það endaði með því þær heldur fund og síðan var hringt hérna suður í Brekkmann sem var aðalmaður hérna, Ásmund Brekkan. Já. Og hann sendi bara mann þarna norður, hann Sigur hérna, Pétursson, hann var háskólaritari held ég. Og hann dreif þetta upp sko, en svo þegar það kom með hann og ég og annar kunningi með hann, við vorum báðir barnakennara, við vorum búin að vera á kenndir í þannig, sko helgina áður. Já. En okkur fannst nú sem kennar, það mættum við nú til með að ganga í stúkuna. Þetta var nú fyrir ungdóminn og mættum þarna báðir. En svo þegar til kemur að treysta konur ekki sér til þess að aldrei fara í stúku. Og fyrst faraði nú til Hermanns Guðmundsson í bæ, það var hinn kennarinn, og byrði hann að taka þetta að sér. En hann vildi ekki gera það. Svo komið það til mín, og ég var nú svo þægur, og ég hafði nú verið í stúku á Ísafirði á Guðmundarhalinn. Og ég tók þetta að mér og þetta gekk vel á meðan ég var þarna fyrir morðan. Það voru svona smá variasjónir í þessu sem ég kann nú ekki við að greina mikið frá. Ég veit ekki hvort menn skilja það alveg. Nei, þetta miskilja það eitthvað. En svo ég snúi mig þá að þinnu, svo vorum við að tala um alvan, þegar ég kem suður til Reykjavíkur. Og einkennilegt er að ég verið í kaupavinnu fyrst. Já. Skerjavinnu. Veiktist hann í sumarið. Náði maður aftur smá saman. Hvað það og svo kenndi ég Bretavinnu haustið. Ég vann hjá hernum öll stríðsárin, lenti þar í hérna smíðavinnu. Aldrei nagla sko. Nei. Og völvaði klaufi. Yfirneyminn frá Ísafirði hefur aldrei nagla. Já.
enda var ég ekki skal sér í iðnnámi, ég fekk það fyrir skólan. Já. En ég get líka skotið því inn að góður maður á Ísafirði sem ég vann hjá, hann bauð mér að kenna mér. Já. Húsasmíði, indall maður. Og Jón Þórn Ólafsson. En þá var ég sjálfur búinn að uppgötva það að ég væri ekki laginn í höndunum. Hafði verið eitthvað smíðarna hjá honum handa mér og það gengið allt heldur erfiðlega. Og ég fekk svona eitthvað minnimáttarkennd og hérna afþakkaði þetta. Já, það eru að fá sér kaffisopa. Já, þú verður að gera það. Já, sko, þessi kaffi bolli sem þú heldur á í höndunum, hann var gefinn hingað til Hamraborgarinnar. Já, þú segir nokkuð. Já. Þú kannski kannast, en hún nú látin þessi ágæta kona sem að gaf okkur þetta stel hérna. Þetta er mjög fallegt bollastel kannski, ef að myndatökumennirnir geta nú sýnt þetta hérna. Já. Þá sérðu þetta er fallegt, mjög fallegt hérna að sjá, sko. Var þetta Hildur? Nei, þetta var hún Rannveig Konráðsdóttir sem bjó hérna í Hamraborg 18, já. Ísfisk, já, hún var ísfisk. Hún hérna, þess vegna vildi að því þú þekktir hana mjög vel. Já, dáði. Já, allavega hún viss... Vestan ekki hérna? Nei, en fyrir vestan. Já. Hún skrifaði sko sem sagt þetta skömmu áður dóblessunum, þá skrifaði hún hérna Þórir Steingrímsson og aðrir íbúar Hamraborgarinnar. Ég óska ykkur til hamingju með nýja félagsheimilið og vona að starfi gangi vel. Ég er löngu búinn að hringja og bjóða þetta og biðja að þetta verði sótt, því það er of þungt fyrir mig. Ef þið viljið ekki það bara hendið því. Rannveig Konráðsdóttir. Svo auðvitað, henni látum auðvitað þá þökkum við þetta fyrir. En kaffið, ég vona að það smakkist vel. Það er gott, kaffið hjá þér. Já, þakka það fyrir. Það kemur líka úr góðum bollum hjá henni, Rannveigu. Já, Rannveig var svolítið skyld mér. Já, var það, já. Já, hún var nefnilega ákomandi skáldsins og þrömm. Já, einmitt. Af þeirri kynslóð. Já, það er merkilegt og gaman. Segðu mér þá annað, hérna, þegar þú ert komin hingað í Hamraborgina þá hefur þú kannski eitthvað svona lagt stund á ættfræði og með reitt störfum. Það var nú löngu áður skal ég segja þér. Já. Ég hef nú ekki búin að vera hérna nema 10 ár. Já. En hérna vísirinn af því að ég datt inn í ættfræði. Vísirinn var sá að móðir mín hafði alltaf sagt mér það að hún væri ekki rétt feðruð. Móðin? Já. Hún var þá gömul kona þegar þetta ég fór að spekulera í þessu. Þá hugsaði mér, ég skal nú ganga og skugga það hvort að þetta er fræðilegu möguleiki sem að það sé rétt sem hún er að segja. Að vísu trúði ég þessi því að það var svo búið að segja mér svo mikið af mörgu. Og ég fér, skal ég segja þér, á Landsbókasafn, hitti þar gamla vinnufélaga, Lárus Blöndal, sem síður frá bókavörður Reykjavík, eða Skjaldarvörður Reykjavíkur, og ég segja hann þetta, og þá kemur hann með bara 7 bindi, sko, svona stóran bunka, ættfræðiritum eftir Sighvat Grímsson. Já. Nei, Sighvat Grímsson Borgfirðinga. Já. Og það er ekkert annað að ég fer að lesa þarna, hann finnur þarna fyrir heppilegan stað. Þá er þarna fullt af fólki sem ég er búinn að lesa töluvert og kannast við. Já. Og það náttúrulega ítt undan svo ég fer að lesa og það er ekkert að ég bara dett alveg inn í þetta maður og skrifa. Já, auðvitað. Sem þá annað, af hvaða ætt ertu þá? Getur þú rakið svona, er þetta af Arnardalsættinni eða ertu Ég er af Arnardalsættinni og ég er af Vigurættinni sem nú er verið að gefa. Já, einmitt. Og það er nú svo, sko með Vigurættina, hún hefði kannski, og mér er sagt af þeim sem er að gefa hann út núna, það hefði aldrei verið unnin ef ég hefði ekki grúskað. Það er ágætt, það er gott við þetta. Það er gott ég gaf þeim sem er að gefa þetta út, Þorsteini Jónssoni,
Já, hérna... sem var kendur sögusteinum tíma. Já, já. Hann er nú komið ættfræðistofu, Já. Þorsteins Jónsson. Var það þá raunar. Ég fór svo út í það, skal ég segja þér, eftir ég hef búin að lesa þarna dálítinn tíma á safninu, frá að ég hugsa með mér að ég kynntist á góðum ættfræðing, Þorvaldi Kolbins, Já. sem var einn af stofnendum hérna ættfræði félagsins og við vorum mjög samrýndir. Já. Að ég gæti kannski eins og margir aðrir búið til ættatölu, Já. ættaskráningulega. Já, já. Og þá hefur við sem að velja einhvern verkefni. Og náttúrulega fór fyrir mér eins og mörgum öðrum sem sjálfsagt betur gefnir heldur en ég, að taka allt og mikið verkefni. Þetta er ekki hvað mér að fara út í. Nú hafði ég lesið alla ævisögu Jón Sigurðsson, sem líklega ekki margir hafa nú lesið. Nei. Ég var þá veikur af influensu, náður í Strandasýslu og þar var nú þetta til í safn og ég las það allt saman. Og þar las ég Ólaf nokkur lögsagnara Jónsson sem bjó á Eyri í Seyðisfirði. Átti mörg börn sem að urðu merkar persónur, eins og Ólafíus, hérna rithöfundur, þetta Ólafur raunar, Jón vísulögmaður í Víðidalstungu, og það þessi Þórður sem Vigurættin er kennd við, og þau eru nú fleiri, hann átti 8 börn, Ólafur átti 8 börn, sko. Já. Ég ætla ekki að fara út í það. Nei, ekki svona, ekki nú. Já, og svo hugsaði með mér að ég skal vinna ættina Ólafs á Eyri. Já, já. Og svo byrji ég bara að skrifa fyrstu, og þá ég náttúrulega nú heppinn í óhefni. Ég tala ég verið heppinn, því ég vona að þetta verði til þess að niðjar hans verði gefnir út allir. Einmitt, hans Ólafs. Hans Ólafs á Eyri, já. Já, já. Og það er nú stæðsta kvíslinn sem núna þegar að koma út. Er það, í hvaða lið er það sem að þá er komið hjá honum? Er það í 5. lið? Já, nú í 7. lið held ég. Nú 7. lið, já. Já, við skulum sjá hérna, til Þórður, Matthías sonur hans, Rannveig dóttir Matthíasar, Já. giftist Ásgeiri nokkrum Jónsinni presti, og meðal þeirra barna, þú telur liðina, Já. Matthildur Þá komum 4. og hennar sonur Þórður í Hattardal, 5. margir að tala um, Það er svo 5. og þá það móðir mín, Já, það er svo 7. Þá þú 7. og svo já, Já, þá var það komið. Þetta eru það síliðið. kom. Já. Einmitt. Þannig að þú hefur svona haldið vel utan um þá þennan legg og þennan lið. Já, svo ég með gaman af að hitta fólk og fór mikið út og skrifaði geysilega mikið. En svo náttúrulega kom að því að margbreytni sem býr í manni, sko. Jú. Hún er marg... Að mér fór að langa til þess að skrifa eitthvað fróðleika, eitthvað svoleið, einhver þætti sjálf til. Já, já. Ég hugdi eftir það. Og skrifa, ég man eftir því, að fyrsti þátturinn sem ég skrifa, svoleiðis. Svona fræði þáttur eða eitthvað? Já, fræði þáttur á vissu leyti, það var bjarndýr á Norður Ströndum. Já, einmitt. Þar sem ég var kunnugur fólkinu, sattur rétt frá. Já, má ég aðeins þá staldrað þarna við, þú segir Norður Ströndum. Hversu langt Norður Ströndum? Ég viss það að nú eru margir hérna í Hamraborginni sem hefði kannski, þetta er fróðlegt að vita hvaða strandir ertu að tala um í þessu sambandi? Norður Ströndum? Ég hef vanist því að þegar sagt Norður Ströndum og Ströndum þá eigi menn við Strandasýslu, norðari Geirólf. Já, Geirólf Snúb. Já, það er sýslumörkin. Já, það er sem fyrir norðan Skjaldabjarnarvík. Já. Þar fyrir norðan. Það er að segja að fyrir norðan Eyvindarsyllu, þá ertu komin... Já. Já. Þegar þú kemur í Síkluvíkina, þá ertu komin... Já, ég hef aldrei komið á þennan stað nákvæmlega. Nei, en þú ert að tala um þá það svæði. Ég er að tala um Strandasýslu þegar ég er að segja þetta. Já, þá tala um Drangar náttúrulega. Nú, þetta dýr sem ég þá skrifa það var drepið
í Drangavík sem næsti bær innan við Dranga. Já, já, einmitt. Það var skotið þarna. Já, alveg rétt, já. Og það var nú bara svo að nokkrum dögum skal ég sér áður en þetta dýr var skotið þarna, þá var ég á ferð þarna með 2 öðrum mönnum. Einmitt, já. Það var alltaf öðru hvori verið að fara þarna á milli bæja, sko. Maður gat mætt þessum dýrum, sko. Segðu mér eitt á Guðmundur, nú fyrir ekki ég stoppaði aðeins því að mér leikur svolítið forvitni á að vita því ég hef komið þarna. Spurð þú bara. Ég hef komið þarna í Drangavíkina, ég hef labbað þarna norður. Já, einmitt. Já, og ég fór þarna fram hjá þessu húsi þarna. Mér var sagt það að húsfreyjan á bænum hefði platað bjarndýrið eða einhvern veginn lokkan í burtu. Já, það er ekki rétt. Er það ekki rétt, nei? Nei. Segðu okkur þess að sög hvernig hún Já, er í raun og veru. hvernig þessi dagur leið þarna. Já, Það var gott veður og bjart og frost og börnin sem voru stoltu svona eins og gengur og gáttu verið á sleðum, þú voru að leika sér úti, 2 eða 3. Þarna á túninu þar í nágrenni. já, Og svo hérna eru þau vist komin inn þegar einhver sér bjarndýri. Já. Það var nú vist Guðmundur, bóndi Guðmundur Guðbrandsson, hann er frá Veiðileysu já, í Strandasýslu, sko. já, já. Þannig að hann er Veiðileysa. Hendur við hérna, já. Og hann er þá að fara að gefa kindum og er með að gefa svona fóðurbæti sem kallaði var síld mikið þar því það var þá síldarverkun á Ingólfsfirði og fengur nóga að fóðurbæti kallanir þarna á þessum árum. Og hann er að fara þannig á milli húsana þegar hann sér björnin. Nokkuð nálagt og hann leggur föturnar frá sér þegar heim. Já, Heim. Og hérna bara lítið. já, Og náttúrulega þá er að taka til ráða. Nú er hann þarna einn eldri maður og hjá honum er barnakennari, nokkuð roskinn maður, ég veit ekki hvað Gísli var gamall þegar það var. Hann var að kenna börnum þarna. Og svo var hann að geðbilaður maður, hraustur maður samt og góðum aldri. Og svo var ekki annað held í fólk þarna og svo konan og hún Ingibjörg og hún er skal sé komin að því eiga barn og hún á barnið þarna kvöldið að nóttina já, já. sem ljóta á þessu. Og það barn er nú hérna í nágranna bæ hérna í Garðabænum núna. Já, já, ekki hér í Hamraborginni. Nei, ekki alveg hérna, ekki alveg hjá Já, okkur. já, Og þá, Guðmundur náttúrulega nú þarna bóndinn og taka eitthvað til ráða og hugsaðu hvað þeir geta. Guðmundur á byssu og það er ekkert vit á því að láta dýri valsa þarna nei, Og hann hliður þarna byssu en þetta var léleg byssu, hún var svo tvíhleypa sem kvöldu var en það var nú gert að skjóta nefn úr öðru laupinu. já, já, Og hann hliður þetta með svo kvöldu selaskoti með stórum höglum. já, Og svo hérna býr hann þá út, þá Gísla og hérna að Nóla, vitlausa sem við köllum nú. Ég man að annar var með ljá, held ég, og ég man nú ekki hvað hinn var með. En þeir fara allir 3 út í áhættuna og út af húsi þar sem dýri var rétt að séu komið að og þeir fara þar upp á hlöðu, húsmænir. Það er miklu skaflar hana og dýri kemur, dýri sem sagt er öðrum megin við og dýri sér þá. Og þá er það sem að dýri tekur undir þessu stökk já, í áttina til þeirra. til þeirra. Þá hleypur Guðmundur af skoti upp í munnin á dýrinu. Já, 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 já. Og það þurfti ekki meira því það féll niður og hann held ég að skotið annað skot til öryggis. Já. En þannig að þá var dýrið dautt. Já, já. Þarna hafði nú verið drepið dýr nokkrum áratugum áður. Þau gengu þarna þessi dýr alltaf öðru hvoru því ís er þarna, eða var þá alltaf annað slægi alveg upp í strönd. Alveg upp í ströndina, landsins forni fjandi. Já, ég hef ekki heyrt samt að
mannskaði hafi orðið þarna mjög lengi. Nei. En þá er þessi saga með að konan hafi lokkað Bjarndýr. Já, það er algjörlega út í lofti, Já, sko. en þú hefur heyrt á þessa sögu eða hvað? Manstu eftir Nei, ég hef aldrei heyrt Nei, hana. nei. Þannig þetta hefði þá verið kannski einhvers staðar annars staðar á landinu sem Nú, ég skrifaði nú, ég heimsótti Guðmund eftir að maður flutti vestur á Djúpi og fann að búa á Svarthamri í Álftafirði og lét hann segja mér þessa sögu mjög nákvæmlega. Og það var nú ekkert hvort að ég myndist á það að ég myndi birta þetta. Ég var alltaf kjark í mér þá, sko. En ég skrifaði sko í rólegheitum heima og fór með þetta til Árna Óla sem var með lesbókina. Já, einmitt, já. Og hann les þetta yfir og lagfæri svona smávegis Já. og tekur þetta og birtir þetta. Það er það fyrsta sem var byrt eftir mér af slíku. Já, nefnilega. Já. Þar með hófst þessi rithöfundaferill, má Já, segja, má þessi segja. sagnfræðilegi Já, já. rithöfundaferill, já. Já, og þá eiginlega, svo skrifa ég nokkra þætti sem að byrtist í Alþýðublaðinu úr fornsögum, Já, unnið upp úr fornsögum já, og svo safnaðist þarna fleira og það var komið þannig að ég gæti fara til mann og líta á þetta. Og þannig var nú til þessi bók með Vaskir menn. já, já. Og þar lendir og þá var ég nú, já það er eitthvað þetta leiti, kannski eitthvað svolítið sveitna. Ég flutti þetta erindi að mig minnir í útvarpið. Já, já. Mér minnir það. Altså úr Vaskir menn. Já, 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 úr Vaskir menn. já, já, einmitt. Og já, svo flutti ég, þeir voru librir við mann í útvarpinu á þeim dögum, skal Já, ég segja. var það ekki? Menn svona komi hingað og þangað, sko, og aldrei Já. skrifa neitt, sko. Já, Þau eru bara að geta að lesa það. einmitt. Nú er kannski leikur með forvitna á að vita það eftir að þú komst hingað til okkar hérna í Hamraborgina, þá er spurningin sem að þú hefur nú hitt mikið af fólki núna ekki í Hamraborginni sem að er bæði að vestan og hefur líka, kann maður segja, ritað, kannski verið svona rithöfundar eins og þú og jafnvel líka verið einhvers konar kvæðamenn. Það er nú eins og veist kannski sem búin að búa hér í þéttbýlinu að fólk kynnist afar lítið frá einu húsi til annars. Já, það gerir það. En hérna við hefum náttúrulega haldið húsfundi í okkar húsi og ég hef alltaf sótt þá. Já, En ég hef ekki, eins og þú segir, ég hef ekki kynnst mikið fólkið hérna. nei. Ég veit það sko, það er mjög erfitt að kynnast fólki sko jafnvel að þó að sé saman stigagangi og sömu hæð. Ég veit að það er svolítið annað. En núna hafið þið þó allavega, þið eru með einhvers konar samkomusali hérna, allavega eldri borgar hafa hérna í félagsheimili Kópavóks og Gjábakka. Er það ekki? Þið hitti svona... Jó, sko, það er nú svo margt skrítið í mannsálinni, maður. Já, já. Já, ég hérna, ég var oft svona með eitthvað efni á svona samkomum og fundum hjá henni Önnu Sigurkarlsdóttir. Já, já, einmitt. Og hún hafði mjög gaman að því að ég gat oft kasta fram vísu svona fljótlega, einhverja smá gamni svona. Ég get ekki látið bara heyra einhverjar eða þú ert með þér? Jó, ég get nú áræðanlega látið ykkur heyra einhverja vísu. Ég mætti nú aðeins svona hugsa mig um. Já, já. Já, við skulum segja eitthvað annað fyrst, svo Já, ég geti jafnum með. Kannski verður maður svolítið nervus, allt í einu. En Anna kallaði, Guðmundur, ert þú með eitthvað? Og þá kom það hjá þér. Þá kom vísa, Já, já. einhver helviti spull. Ég veit að það eru hagyrðingar hérna í Hagyrðing, við héldum hérna daginn var haldið kvöld hérna í bókasafninu Já, og ég álpaðist þangað inn já, og það var að tala um þetta og ég vissi ekkert um þetta, það átti að vera svona kvöld. það er mitt, já. Vissi ekki neitt um það. Og ég hitti þar Jón og Vör. Þú segir, Jón, hvað er þetta? Get ég fengið að lesa þetta upp? Já, Jón segir, ég talaði við þér að minni. já,
Já, fyrir inn og tala við þessi elskur, ég þekki það nú vel. Það er nú alltaf að stjana við með þessar elskur hana. Já, Leita fyrir mig á bókum, ég er orðin dálítið hrumur við þetta. já, Og það eru indælis konur við alla framleiðslu svona, aðstoð. Og já, svo spyr ég bara í mesta sakleysu hvort ég geti fengið að lesa þarna. Þá vissi ég ekkert um það. Nei. Þá er búið að undirbúa þetta alls saman. Já. Þá bara að fara að lesa eiginlega. Ekki hugum það. og þú lagst upp alveg undirbúningslaust. Nei, sjáum til. Já, þá segir kona við mig náttúrulega í mesta sakleysu, hún er búin að planleggja þetta allt. Hvar hefur þú byrt vísur? Sjó. Þá vissi ég það að hún hafði aldrei heyrt vísu eftir mig og ég hef verið að virka í henni í 10 ár. Ég segi, nú teldi nú eitthvað upp en það en segi en svo er nú hérna bók hérna hjá ykkur þar sem ég á nokkra vísur í. Já. Og það lesa náttúrulega ekki alla skruddur. Nei, en svona, nei. Já, jú, þetta var allt í lagi og ég skildi bara velja mér vísur og hérna það skildi bara aðtúa þetta ætti að vera allt í lagi, annars væri búið að raða á þetta sko. Já, Ég var auka gemsi. Já, Og ég var alltaf ekki að, ég vissi ekki það ætti ekki að træða mig fram því ég þurfti ekkert á því að halda. Já, svo komum við þarna saman og við lásum þarna allir hver til sig. já. Annars sömum náttúrulega nokkuð þekkti. Var þetta í bókasafninu sjálfu? Þetta var í bókasafni sjálfur, Já, nokkuð svona kynning, svona bókmynda Já, það er svona kynning og sett upp spjöld þarna, það sem voru vísur eftir okkur, Já, aðrar. já. Og hérna, þar var til dæmis að spjaldi vísa sem ég hefði gert einu sinni á Hótel Sögu þegar ég var að ganga þar og hérna rápa einhverju stofu og það var karlmaður og kvenmaður sem sátu upp í sófa og hérna voru svona arm í arm. Og kona segir við mig, gerðum okkur vísu. Ég gat ekki gert það alveg í hasti. Nei. Ég lofaði að heyra þessa vísu. Já. Þetta gengur ekki. Það gengur ekki upp, nei. Ég næ ekki. Nei, Kemur en það er raun og veru. Króniska minnisleysi kemur inn í það. En finnst þér það nokkuð svo fáránlegt að vera með svona kannski að menn myndi kveðast á hérna í Hamri og vera svona, hvað maður að segja, svolítið léttir í því að kveðast á? Því að ég veit að það er margir hérna í Hamraborginni sem eru miklu hagyrðingar og hefði gaman að kasta fram stökum og öðru slíku. Og það var mikil fengur í fyrir okkur að ef að við getum komið slíkri dagskrá á að þú og ásund fleirum ágætum hagyrðingum getum komið hérna saman. Má ég fara með vísuna? Já, gjör það svo vel, endilega. Athöfn þeirra engin tefur, amors brosið skín á hvörmum, þar sem helgu vefur heitum mjúkum karlmannsörmum. Þau höfum gaman af þessu ég lét að heyra það sko. Já, þetta er gaman og þetta Já. Já, ég nú ert þú alveg orðið þreyttur og það var virkilega gaman að fá þig hérna Guðmundur vegna þess að þetta er nú þú ert nú einn af mörgum í Hamraborginni sem við komum til að tala við og fræðast Ég veit að þú átt eftir að koma hinga aftur. Við eigum eftir að fá að sjá þig meira. Ég vona það. Já, og ég viss það Þá lifi ég eitthvað lengur. Því þá lifi ég eitthvað lengur ef ég á það eftir. Já, þú átt það eflaust eftir og við þökkum svo með þessum orðum, þökkum við Guðmundi kærlega fyrir komuna og svo ykkur fyrir samveruna og hittumst síðar og þökkum kærlega fyrir.